og svona eins og með hinna hlutina ætla ég að byrja aðeins að fara yfir söguna á þessu. Þetta gleymi að segja fyrir hvað þetta stendur, en HTTP stendur fyrir Hypertext Transfer Protocol. Þannig að alveg eins og HTML Hypertext Markup Language, þá þetta, við erum að taka hérna hypertext okkar og við erum einhvern veginn að flytja á milli. Þannig að það það sem HTTP sér HTML birtingarmyndin, HTTP það sem flytja á milli. Og fyrsta útgáfan af þessu var búin til af Tim Berners-Lee þegar hann var að búa til vefinn. Þannig að hérna í raun fyrsta lýsingin á þessum protokól sem tiltölulega einföld, en við höfum hluti sem eru ennþá í dag þarna sem lýst, og þetta var skjalað fyrst sem útgáfa 0,9, við líklegast verið eitthvað ídræta þarna á skrifstofunni sinni, og gaf út 0,991, og þetta síðan búið að taka tveimur breytingum núna sem eru staðlaðar. Það þá HTTP 1.0 árið 96 og svo HTTP 1.1 árið 99. Og þetta núna staðlað af IETF eða Internet Engineering Task Force, sem svakaleg. Þeir gefa út þessi RFC sem svona request for comments, og þetta svona draft, þetta svona spekkar sem koma svona og eru svona, og þetta til fyrir mjög marga mismunandi hluti sem eru á netinu, og ef þeir eru stöðlaðir af IETF þá eru þeir svona settir fram á þessu formi. Þannig að hérna í raun bara lýsing á því hvernig við notum HTTP. Þetta langt og leiðilegt og inniheldur DNF og alls konar svona skemmtilega hluti, þannig að þetta samt það sem alveg eins og við erum með HTML-staðalinn, þetta það sem horft á þegar að vera að útfæra þá sem að nýta HTTP. Þannig að ef við erum að fara að gera eitthvað og við ætlum að nota einhverja features í HTTP, þá getum við alltaf farið í spekkin og skoða nákvæmlega bara hvernig það ef ég að fara nota einhverja ákveðna message headera, þá getum við farið hérna og ég getum skoðað bara svona þetta skilgreint, svona þetta gert. Svo einhverju general fields og eitthvað svona sem þetta að nota. Já, og svo HTTP 1.1 sem var 99. Síðan þá hefur ekkert gerst þannig séð, þó að það sé eitthvað aðeins að hlaupa lífið þetta núna, en það var mjög lengi bara engin að pæla í þessu. HTTP var bara fínt, það virkaði og við bara notuðum það þannig. En HTTP staðsett á þessum application layer, sko þannig OSI módelið, og það notar TCP/IP undir til þess að ferja gögn á milli. Þannig að ég ætla ekki að fara yfir hvernig TCP/IP virkar, það gert í netsamskiptum með einhverjum kurs hérna, en við liggjum á því, þannig að þetta alltaf undir HTTP alltaf TCP pakkar að fara á milli, og þannig að þetta á svona application layer sem þá eins og sem notendaviðmót. Þannig að við erum að færa gögn á milli sem notendur eru að fara að sjá. HTTP 1.1, hann tók 1.0 og lagaði honum villur. Sjáum við eftir hvað þetta en það var optional field að taka svona host header sem segir til mér hvaða lén við erum að fara að biðja og hann gerði hann nauðsynlegan, hann var það ekki áður, og hann bætti við stuðningi síðan við persistent connection út af því að ef þið hafið eitthvað skoðað TCP þá svona feature í TCP sem heitir slow start, sem þar sem svona congestion mekaníka svona til þess að hjálpa til við congestion, þannig að ef það mikil traffic þá byrjar hvert TCP samskipti þeir byrja svona hægt og svo svona rampað upp og komast á fullar hraða. Og þetta getur verið mjög slæmt ef með vef þar sem allar tengingar sem þær byrja á því að vera hægar, þær eru hannaðar til þess að vera hægar í byrjun. Þannig að þá persistent connection, þannig að þú opnar bara tengingu á milli webþjóns og einhvers clients og hún opin og það bara sendt á milli, þú þarft aldrei að starta connectioninu aftur, af því að það kostar. Þannig að þetta var svona performance mál og þetta þá relevant í dag ef maður komið svona djúpt í performance tuning á einhverjum vef, þá fyrir maður að pæla í þessu og opna sem fæst HTTP-köll, vera með alla myndir saman og jafnvel fara að innlæna style sheet og JavaScript bara til þess að fá performance gains.
þetta bætti líka við fleiri aðgerðum, headerum og stöðum. Sjáum allt það á eftir. En ok, svo erum við með þarna vefurinn, HTTP, HTML og DNS. En DNS er Domain Name System og fyrir mig djúpt í það, en gott að minnast á það þegar þetta kemur oft upp þegar maður er að vinna í vef. Að þetta er DNS sér það geyma upplýsingar lén og þetta í raun bara risastórt möppun á því hvaða IP-tölur svara fyrir hvaða lén. Þannig að þetta er svona símaskrá internetsins. Og þetta er þá þannig að við þurfum ekki að muna að það er 180, 82, eitthvað er hi.is. Þetta munum bara hi.is og hi.is getur skipt vefþjóna og staðsetningu á netinu og IP-tölu og við þurfum ekkert að vita. Það er bara séð það með DNS fyrir okkur. Já, síðan þegar maður skráir lén til að sjá ísnik, þá þarf maður að gefa upp DNS þjón, sem þá þjónninn sem veit eitthvað þitt lén, sem veit í raun á hvaða vefþjón hún er. Þegar svo er þetta dreift kerfi, þannig að það eru svona ákveðnir rótar DNS þjónar og svo eru bara DNS þjónar sem keyrðir af fyrirtækjum og stofnunum og svona og þetta tengist allt svona. Þannig að til dæmis eins og ef þeir eru hjá Vodafone og þeir eru með internettengingu þar og einhverju með hýstingu á léninu sínu þar og hann breytir einhverju, segjum til dæmis að ég sé að fara að setja vef í loftið, oli.is, svo þessi til, bara eitthvað, olicool.is og ég segi þetta verður á vefþjónunum hjá mér og ég fer í ísnik, ég skrái lénið mitt og ég segi þetta á nafnaþjónunum hjá Vodafone og þá skráir þetta í nafnaþjónunum í Vodafone og þá fá viðskiptavinir í Vodafone, þeir fá yfirleitt bara næstu því instant access að léninu, það resolvar. En svo kannski hjá símanum, þá tekur það nokkra mínútur og svo propagator þetta svona út frá sér yfir alla nafnaþjónuna í heiminum og þetta ferli getur tekið alveg, ég held að það sé svona yfirleitt talað að 48 tímum. Að þetta sé bara propagata yfir allan heiminn. Þannig að þetta oft eitthvað sem maður þarf að spá í maður að setja hluti í loftið eða að fara að breyta vefþjóna eða eitthvað, að það eru svona færslur sem time to live á DNS-færslum sem að segja í raun hversu lengi máttu kassa þessa færslu. Þetta er svona símaskrá sem það þannig að ég er ekki að fara að spurja alltaf alla rótar DNS-þjónuna hver hvað. Þannig að ég kassa eitthvað. Ég spyr þú getum ímyndað eins og ég hringi í eitthvað bókasafn og ég spyr áttu bókina þetta? Og hann sagði nei, en ég ætla að athuga hvort það sé til í hinu bókasafninu. Og svo hringi ég í það bókasafn, einhver annar, og skrifa svo niður, já, bókasafn A á bók X. Og svo næstu sem spyr, þá tjekka ég, já, ég er með miða hérna og þá þarf ég ekki að hringja, ég veit hann á hana. En þú veist, hérna setjum við eitthvað svona timestamp, það segir að ég henda þessu miða, svona við tökum þessa samlíkinu aðeins lengra. En þess að DNS, þetta er svona, ef þið farið að möndla með það að vera að sjá að skipta lén eða setja vefi eitthvað svona, þá er þetta eitthvað sem þið þurfa að pæla í. Þetta er svo runnu undan því að þegar vefurinn var til, þá var til svona hosts.txt skjal hjá einhverjum Stanford vefþjóni og þetta var á tíma ARPANET-sins og það var einmitt til þess að fólk nefndi ekki aldrei Jói, hvað var þetta IP-talandur að komast inn á þessa vel? Þannig að þeir byggu til þess að aliasa og svo var þetta svo þægilegt að fólk fór að kópera þess að textaskrá á milli og svo í endanum var þetta bara staðlað í þessum að DNS í dag. En þetta er mjög áhugavert. Það voru búin að vera svolítið pælingar öryggi tengt að þessu og það er lýsingin af því hvernig það er að fara að breyta rótar DNS-þjónunum, það er eitthvað svona úr Mission Impossible, synchronista hreyfingur að lykla og setja einhverja PIN-kóða og þetta er fólk sem enginn veit hvað og það hittist einu svona ári í Las Vegas eitthvað, þetta er mjög svona spæjó. Svo er eitthvað svona einn lykill sem bara ef þú færð hann, þá getur þú bara brotið allar nafnlaðþjóna í heiminum. Þannig að internetið, það hangir saman á tyggjói og þú veist, teipi. Þannig að, já. En, ok, að HTTP aftur. HTTP er svona Request Response Protocol í client-server módelinu. Þannig að þú veist einhvern client sem er það yfirleitt einhver vefvafri eða ég í einhverju tóli, ég sendi eitthvað request á einhvern server framkvæmur einhverjar aðgerðir
hann sendir svo response tilbaka til mín og ég tek við honum og ég ger eitthvað við hann. Og þannig að ég bið einhverja vefslóð, ég fæ tilbaka vef inn, HTML, CSS í áskriftið og ég birti það. En þetta getur síðan líka verið fyrir öðruvísi. Ég bið einhverja gögn og ég fæði tilbaka gögn ef ég tölvu samskipti. Request í HTTP sem sagt svona request line sem þá einhver aðferð. Það einhver aðferð sem ég að framkvæma og oft kallað líka sögn eða verb. Það einhver auðlind sem ég að biðja og svo útgáfan á HTTP. Og svo fyrir neðan þá línu koma headers eða svona hausar fyrir þessa aðgerð. Þetta svona einhver metadata requestið mitt og segir til hvað ég get og svona. Svo kemur tóm lína og svo koma einhver önnur gögn. Þannig að eins og þetta lítur út þá þetta þá sögnin. Ég ætla að nota get sögnina og ég ætla að biðja rótina og ég ætla að nota HTTP 1.1 og hérna þetta host sem var gert, hérna var krafist að ég ætla að biðja á example.org rótina. Connectionið á að vera keep alive. Svo einhver cache control, hvernig cache verður, eitthvað. Og ég tek við text HTML, ég tek við application, XHTML, XML. Ég förum betur yfir þess að hausa síðan eftir. En þetta svona, og svo getur komið þannig á eftir, tóm lína hérna neðst og svo eitthvað content frá mér. Síðan svara vefþjónninn og response samanstendur af statuslínu sem segir einhver tala og svo staðan sem texti, bara hver niðurstaða aðgerðinnar og útgáfa HTTP. Og svo koma headerar frá þjónunum sem segja til eitthvað, hvað vefþjónninn getur, jafnvel einhverjar meta upplýsingar þar. Svo kemur tóm lína og svo hugsanlega gögn. Þannig að hérna getur einhver svarað og hann svarar með, hann að tala HTTP 1.1, hann svarar hérna 200 sem þá kóðin í tölu og kóðin í orðum OK. Og hann segir hérna, þetta eitthvað gamalt dæmi, þetta frá, hann segir bara, dagsetningi mín þessi, ég svona server og svo hérna einhverjir hlutir það. Lengdin mín svona löng á efninu sem kemur hérna eftir og svo kemur, ég ætla að loka tengingunni. Og svo kemur þessi tóma lína hérna og svo kemur bara HTML-ið. Þannig að það sem við erum að sjá HTML-ið, það alltaf á undan í einhverju headerar sem að vafrinn tekur í burtu fyrir okkur og notar henni til þess að gera eitthvað ákveðið við sem segir einhverju upplýsingur hvernig hann að birta þetta. Þess hérna headerinn sem við vorum að setja stundum í PHP-dæmin sem að setur í raun að þetta sé text HTML. Þannig að þá munið eftir vorum að fara yfir HTML að fólk var að nota XHTML sem átt að birta sem XML. Þá hefur ekki sendt text HTML þarna, það voru sendt application XML og þá ertu að segja vafranum, nú ég að senda þér XML-form, trýta það sem XML og þá það sem að klikka hjá HTML var að þá var það parsað sem XML. En allir sendu það bara sem text HTML hérna, sem content-típuna og þar af leiðandi var það bara að trýta sem texti, ekki sem eitthvað application format sem heitir XML. Og svo kemur hérna stafasettið sem UTF-8. Þannig að þetta voru að setja hérna, þannig að þetta að setja tjarsettið í content type headerinn, það trompar því sem við setjum í metatagið í HTML-in okkar. Þannig að þetta er ekki jafn mikið málað á varstundum, en þá gæti verið að þú deployar einhverju verðþjón og þá var bara default búið að setja, hann setti alltaf UTF-8. Að þú gerir alltaf ráð fyrir að vera með ISO 88591 og þá fékkstu bara vesen í stafasettunum. Þannig að þessi header, hann tekur forgang yfir það sem við setjum í metatjarsett í HTML-in okkar. Ok, svo þessir hausar sem að flæða þarna á milli og eru sendið bæði í requestum og í responsum. En þeir eru í sjálfsér mjög einfaldir. Þetta bara svona key values, bara heiti og gildi og svo tvípunktur á milli. Þannig að það bara svona. Og fyrir 2012 þá gastu búið til þína eigin hausa. Það var eitthvað ákveðið að hætta þessu 2012 og þá settur svona X fyrir framan til að segja, þetta svona ekki standard haus. Það var alltaf til, Slashdot var alltaf með svona í headerum hjá sér og einhver lítill brandari sem kom random, eitthvað bara í header.
veist, bara svona í ganni. En dæmi þessa hausa eins og þetta request hausunir sem ég sendi sem client til einhvers vefþjóns. Það accept, þá ég tek við, ég kann að túlka þessar efnistýpur. Þá get ég sagt, ég kann XML, ég kann HTML, ég kann JPEG, ég kann GIF og eitthvað svoleiðis. Og þá veit þjónninn hann kann ekki að taka við þessu, þá hefur ég hugsanlega að gera eitthvað annað og senda eitthvað annað sem hann skilur. Svo eru chatset, þannig að við getum sagt, ég tek bara við þessum stafasettum. Authorization, ef við erum með einhvern auðkenndan vef, þá getum við sendt header sem einhver gögnanna sem koma eftir. Þau eru mörg og margar mismunandi aðferðir og þá segjum við þetta hérna leiðin sem ég að auðkenna mig. Svo host, það hérna domain-nafnið sem við beðum. Þetta að hafa þennan header gerir það verkum að við getum með vefþjón sem getur verið að svara fyrir fleiri en einn vef. Þegar ég get verið með vefþjón sem að keyra marga mismunandi vefi og ég veit hver og einn sá vefur hvaða host header hann hefur og þá get ég sagt, heyrðu, já, hann að biðja example1.org. Ég veit að það geimt hér á disk hjá mér. Example2.org, það hér. Þannig að þá getum við hýst marga vefi á sömu vélni. Og þetta oft það sem ef maður kaupir svona ódýrustu hýsingur einhvers staðar, þá maður einmitt að detta inn í einhvern svona vefþjón sem með svona shared hosting. Þannig að þú keyra á vefþjón með mörgum öðrum vélum. Þannig að kostir það ódýrt, en gallar að ef einhver gerir eitthvað af sér og ekki nógu vel sandboxaður, þá getur hann tekið niður allan vefþjónin einhver síða sem hefur ekki hugmyndum. Hann vill bara svo til að hún hýst á sömu vél og þú. If modified since, þetta svona partur af caching sem við förum betur yfir á mánudaginn. Þannig getur ég sagt til ég fékk þetta seinast, þetta var seinast modified, ég sótti þetta seinast á þessari dagsendingu og þá get ég ákveðið og sé já, þetta hefur ekki breyst, þú þarft ekki að sækja neitt content. Þetta getur verið mjög sterkt einmitt í svona performance málum. Referer, þetta dæmi það að maður þarf alltaf að vanda sig þegar maður að skrifa því að referer ekki skrifa svona á ensku. Það eru 2R, í miðinni, ég man ekki, ég horf alltaf á þetta, en það var sett stafsetningavilla í fyrsta spekknum og svo var farið að útfæra spekkin út frá stafsetningavillinni og þá hún bara föst. Þú getur ekki lagað hana af því að það er búin að útfæra þetta út frá þessu. Þannig að þetta alltaf, já, það á að vera svona. Alltaf svona sig, það var svona. Þannig að ef þið farið að skrifa spekk, passi ykkur rosalega vel að lesa og vel yfir. En þetta bara stuttaði mig og ef við skoðum þá á Wikipedia góð listi yfir mismunandi hostheadera og hvernig hvað þeir gera og dæmi það. Þannig að þetta getur verið skemmtilegt. Svo erum við með response-hausa. Þetta það sem að vefþjónninn svarar okkur með. Þá það data sem við sáum áðan, bara hvenær svarið var sent. Þetta getur verið mikilvægt til dæmis í það authorization protokoll sem heitir OAuth og hann til dæmis dependar á það að báða vélna séu með vel stiltar klukkur af því að hann notar klukkuna til þess að það partur af búið til svona hass af einhverju secreti og einhverju og klukkan satt partur af því. Þannig að ef það of mikið bil á milli klukkana þá feilar á authorizationinu af því að það bara ákveðið mikið bil sem má vera. Þannig að þegar maður synkar sig á milli með date þá gott að fá það svona. Server set, nafnið á þjónunum, content length, það er þá bara fjöldi bæta í svarinu. Þannig að ef við erum með einhvern parser þá getum við lesið svona langt áfram í bufferinn síðan og vitum við hversu langt við þurfum að fara. Content type eins og við sáum áðan, þetta MIME típa á efninu og stafasetti. Last modified, þannig að þetta er svona móti if last modified. Þannig að þarna fæ ég þetta og sem afri get ég geymt þessa upplýsingar og sent þær með í næsta responsi. Þannig að þó að já, skoðum að betur þegar við skoðum caching. Svo set cookie, en þetta eru cookies sem eru notaðar til að geyma gögn. Sjáum það betur eftir. Location, þetta er dæmið það að við getum sendir, þú ert að biðja þetta hér en það er búið að færa þetta hingað. Þannig að í staðinn fyrir við fáum bara 404 sem við skoðum eftir hvað það þýðir, þá fáum við staðsetningu á nýja staðnum og þá
tekur vafrinn, heyrðu, hann segir location, ég á að vera að fara þangað og þá gerir hann bara nýtt request á nýja staðinn og við fáum nýtt response tilbaka og þetta er transparent fyrir notandarum þannig að við, notandaupplifun verður bara seamless þó þessi búið að færa einhverja resources sem að notandarum er alveg saman. Og samanskapi í sama artikuli á Wikipedia eru fullt af þessum response fieldum. Þeir eru nokkuð margir. HTTP er sett hannað til þess að vera svona stöðulaus protokoll. Það er að segja að serverinn, hann þarf ekki að geyma neinar upplýsingar á milli beiðna. Og þetta gerir það verkum að mun auðveldur að útfæra vefþjóna en ekki ef það eru einhverjar kröfur það að ég þyrfti að, ég sendi þetta og ég verð að vita þetta fyrir þennan þetta request sem að fara frá þessum client. En það er ekkert svoleiðis, þetta er bara ofur einfaldað og serverinn, hann þarf ekki að geyma neitt á milli requesta. Þannig að hvert request sem kemur er bara eins og fyrsta og eina requesti sem kemur frá þessum aðal. Þó ég sé að biðja HTML-ið og svo myndina og svo CSS-ið. Þannig að þetta er alveg stateless. Það er náttúrulega leið maður fyrir að útfæra þetta svona, þá verður þetta mjög boring að því að það geti ekki geymt neina stöður því að við getum ekki gert neitt skemmtilegt. Þannig að það er náttúrulega búið að útfæra leiðir til þess að geyma stöður og átti það ekki að koma hérna. Já, nei, það kemur eftir smá rugl í uppröðurinni hjá mér. Ok. Hvað sem stöður eftir? Til þess að sækja eitthvað efni, þá erum við þá þurfum við að hafa staðsetningu á því. Og svo er líka gott að eiga skilgreiningu á því hvað þetta er. Nei, nafn á þessu. Sérkenni, já. Sérkenni og staðsetningu. Og þá er þetta koncept URI eða Uniform Resource Identifier sem er þá einhver strengur sem skilgreinir einhverja auðlind og auðlindi getur verið vefsíða, það getur verið bók, það getur verið manneskja og gefur henni nafn eða staðsetningu. Svo er nafnparturinn eða sérkennisparturinn af þessu er URN eða Uniform Resource Name og það er til að skilgreina eitthvað sérkenni sem er einstakt yfir allan tíma og allt rúm. Þetta á bara að vera, ég gef einhver eitthvað urn og það á að vera bara uník alltaf. Og þetta er nota eins og ISBN dæmi þetta, kennitölur íslenskar ættu að vera dæmi þetta og þetta er bara til þess að geta auðkennt eitthvað og ég veit hvað það er. Og ég veit ef ég bið þetta þá á bara allir heimurinn sem að kann á þetta skema sem við erum að nota, íslenskar kennitölur, ISBN eða hvað sem það er, hann getur fundið þetta á einhvern hátt. Og svo erum við með URL sem er þá Uniform Resource Locator sem að skilgreinir auðlind og staðsetur hann einhvers staðar. Þannig að URL er eins og nafn, URL er eins og heimilisfang. Og svo er URI svona hugtaki yfir þetta allt saman. Þannig að oftast er það þannig að þegar við erum með einhverjar auðlindir þá er URL-ið á henni líka í raun einstaka sérkenni á henni, þannig að URI er oft notað þegar fólk tala líka URL. Þannig að þetta er svona conceptual hugtak en gott að vita svona hvað máli snýst. En URL, eins og við erum að skoða það samanstendur af einhverju skema sem er þá prótókollið sem við ætlum að nota. Svo er tvípunktur og 2 skástrygg. Tim Berners-Lee hefur beðist afsökunar á því að hafa verið að tróða þessu tvípunkti og þessum 2 skástryggum af því að þau gera nákvæmlega ekki neitt. Þau eru bara þarna af því að þau eru falleg og þetta var kemur úr í raun þegar við erum að nota fælsystemið að við erum með 2 skástrygg en það þurfti ekkert, það var bara svona eitthvað sem maður var vanur, bara eitthvað, auðvitað notu 2 skástrygg, ég er svo vanur að nota það, en það þarf ekki, en það þarf samt, hefði hann hannaði þannig að það þyrfti ekki, það þyrfti ekki, en það þarf í dag. Því miður. Svo fáum við host sem er þá venjulega dóminafn en getur verið epitala. Svo getum við hugsanlega fengið tvípunkt og portnúmer og slóð á einhverja auðlind og svo hugsanlega query string sem er þá svona name value collection sem er eða svona key value eitthvað foo jafnt og bar og svo kemur ampersand bas jafnt og foo bar og svo áfram. Og svo hugsanlega fragment identifier
sem þá einhver staðsetning innan auðlindirnar sem við sækjum og hún alltaf prependuð með svona hashtaggi eða millu. Þannig að þá fáum við dæmi sem svona, skemað fyrst og það getur verið HTTP, það getur líka verið HTTPS sem þá secure HTTP, það getur verið FTP, SFTP, file og svo framvegis og domain, það getur verið bara eins og hi.is og svo getur við fengið port, þetta ofta að keyra eitthvað eins og ég að keyra hérna á localhost hjá mér og þá ég að keyra á porti 8000 af því þá ég með annan vefþjónn sem keyrir á porti 80 sem sjálfgefið, ef við setjum ekkert port þá port 80 sjálfgefið fyrir HTTP, port 443 sjálfgefið fyrir HTTPS. Svo kemur eitthvað path, þannig við sjáum það hérna 18.http.html hjá mér, svo kemur engin query-strengur, en hann kemur þá svona, fújent og bar, og svo kemur hérna fragment identifier, og hér hann til dæmis notaður í þessu reveal.js til þess að staðsetja mig innan þessa glærusjós á nákvæmlega þessari glæru. Þannig að ef ég geri svona og loka þessu og svona, þá staðsettur á nákvæmlega sama stað. Þó ekki alveg með það sama opið, en á sömu glæru. Þannig að þarna þetta notað til að staðsetja sig innan skjals. Og þetta síðan notað í núna þessum applicationum sem rosalega mikið bara svona single page og þá notað fragment identifierin til þess að halda utan í raun stakkin af því hvað þú ert búin að skoða. Þannig að ef þið hafið einhvern veginn að nota vef þar sem þið eru búin að gera fullt af aðgerðum eins og til uglu og ítið svona backspace og farið bara aftur á forsíðu og ég bara what? Það það út af því að þeir eru búin að brjóta back-buttonin og eru ekki búin að koma einhver svona leið til þess að það virki að nota hann, af því að það er mjög eðlilegt þegar við nota vefinn og mjög pirrandi þegar það er brotið. Svo stundum þá þurfum við að breyta ekki ASCII-stöfum yfir í svona URL-safe strengi, þá til dæmis höfum við í JavaScript eftir fall sem heitir encode-URI og encode-URI component sem breytir í raun slóð yfir í slóðina þannig að við búum að taka I og bil og pípur og alls konar svona og setja það yfir í svona procentus encóða stafi. Þannig að ef þið lendið í því, kannski farið aðeins á djúpt þar, ef við förum að skoða það. En það er svona, maður getur lendið í því. Svo kannski tengt þessu, ef þið farið að vinna hjá fyrirtæki sem með svona lockdown á öllu umhverfi, þá yfirleitt þannig að þið hafi bara aðgang til að gera hluti á porti 80 og porti 443 og jafnvel ekki. Og það þarf alltaf að láta biðja opnanir, þannig að ef þið eru með að keyra eitthvað á porti 8000, þá getur verið að þið megið ekki hafa samskipti á milli og þá yfirleitt einhverju blokkanir í netlæginu sem að það þarf að lyfta og leyfa routing frá þér til vélarinnar. Bara svona lendi í þessu vikulega. HTTP aðferðir, við sáum það að náðan, við vorum með dæmi sem að tók get og þá það verið að nota aðferðina get sem var skilgreind í HTTP 1.0 og það var skilgreind líka post og head og svo bætti HTTP 1.1 við options, boot, delete, trace og connect og svo líka búið að bæta við fleirum eins og paths og svo til svona sem heitir webdav og það bætti við sem extension á HTTP til þess að búið til svona möppuð netdrifi yfir HTTP í staðinn fyrir að vera bara með það yfir á einni vél og það bætti við fullt af einhvern aðgerðum. Þannig að aðgerðin eru bara það sem við ætlum að gera og get segir að gefðu mér útgáfu af þessari auðlind sem ég er að biðja hérna sem þá kemur á eftir aðferðinni. Head sem eins og get nema það segir ég vil bara fá headerina, ekki senda mér neitt content. Þannig að þá getur verðinu sleppt í ef hann þarf að keyra einhver gagnangurskveri eða gera eitthvað, þá getur hann bara sagt, bara headerina á þessu. Post, þetta biður þá serverinn að taka við einhverju, ég er með einhvern pakka fyrir þig og ég er að posta honum til þín og hann á að fara á þessa slóð og svo þú að gera eitthvað við þetta. Þetta til dæmis getur verið þegar við erum að posta formi eins og við vorum að gera í verkefninu núna, að við vorum að posta einhverju formi, þá erum við að senda einhverju gögn eitthvert og við viljum í raun gera eitthvað, bregðast við því. Við erum ekki að sækja þau bara til að lesa þau, við erum að gera eitthvað, við erum að gera einhverja aðgerð, við erum að breyta heimsmyndinni. Og þá, eins og við setti inn hana, þá vorum við að athuga hvort við værum ekki að posta. Svo erum við með put sem að er svipað á post en ekki alveg eins, að þá erum við að taka einhverja
einhverju einingu sem við erum með í requestinu á einhverju URI og við erum að senda hann yfir og við erum að segja hérna uppfærðan ef hún til en annars búið hann til. Svo erum við delete sem að segja þá þú ert með eitthvað resource þarna, eittu því. Og trace, þetta svona debug, þannig að þá sendi ég request og fæ request tilbaka. Þetta svona eins og svona ping-pong, þú veist, þess að fá hérna svörun. Options, þá getur spurt í raun fyrir þessa hérna auðlind, kæri vefþjónn, hvaða aðferðir styðurðu. Þá myndi að segja, þú getur sett post til að búa til nýja aðferð, nýtt resource, þú getur sett put til þess að uppfæra og þú getur sett delete. En þú getur ekki delete það, þú hefur ekki aðgang að því. Þannig að þetta svona, við sjáum hvernig þessar aðferðir sem notar sem að skoða rest. Svo hérna connect og paths og þetta svona, og það eru oft bara svona einhverjar HTTP aðferðir sem að voru miklar pælingar með en urðu síðan ekkert voðalega mikið meira. En síðan eru þessar aðgerðir þær eru mismunandi og það eru mismunandi intent sem við erum að segja með því að nota þær. Og suma þeirra eru öruggar eins og get og head af því að þær eru bara að lesa. Þær eru bara að segja, þú veist, ég ætla að fá þetta hérna og gefðu mér hvað það er. Þú veist, ég ætla ekki þú veist, breyta neinu. Þó hugsanlega gerist eitthvað svona meðfram sem að er í vefþjónunum en okkar intent sem einhver sem er á client er ekki að breyta neinu. En hins vegar eru post og put og delete, þá erum við að breyta einhverju stöðu. Og þannig að við viljum til dæmis ekki posta oft ef það þarf ekki, því að þá erum við að búa til sömu eininguna aftur og aftur. En þá komum við að öðru hugtaki sem er með idempotency, sem er svona, þetta er hugtak sem er oft þetta er tölvunarfræði, stærðfræði og svona, en þetta eru svona aðgerðir sem eru idempotent, það er að segja, sama hversu oft ég kalli þær, þær munu alltaf skila mér sömu niðurstöðunni. Þetta er svona eins og í stærðfræði er þetta absolutt, ef við skiljum absolutt á einhverju tölu, milljón sinnum, ég fæ alltaf bara töluna, absolutt töluna. Þannig að put, sama hversu oft ég sendi eitthvað, þá á ég alltaf bara að vera að uppfæra sama skjalið þá aftur og aftur og aftur og aftur og delete, ég eyði þessu bara í fyrsta skipti og svo er ég bara að delete á ekki neitt, það skiptir ekki máli. Þannig að idempotent aðgerðir er í lagi að kalla oft á þær og þær munu alltaf hafa sömu áhrifin. En svo eru aðgerðir eins og post sem er eiginlega eina aðgerðin nema við gerum eitthvað vitlaust og gerum hinar þannig. Hún er ekki idempotent af því að hvert kall sem við gerum með post, það býr til eitthvað nýtt. Þannig að þá hafði örugglega lent í því einhvern tímann að þið hittu tvisvar á einhvern submit taka og það voru sendið 2 póstar eða búinu til 2 þræðir eða búinu til 2 eitthvað. Þannig að það er út af því að post er ekki idempotent aðgerð, þetta býr hún alltaf til nýja hluti. Þannig að það er samt ekkert sem að krefur okkur, það er enginn sem kemur og vettar það að við séum að gera þetta svona. Við verðum bara að hanna okkar stöff þannig að það hægi sér svona, því að þetta liggur í hlutarnins eðli að þetta eigi að haga sér svona. Til dæmis eins og það voru einhverjir sem að gera það þannig að þeir voru með svona lista af einhverju dóti og fyrir aftur hverja færslu var eyða færslunni og það var bara, þú veist, get request á þá auðlind, þú veist, ok, ég þurfti að vera loggaður inn, en svo útfærði ég man ekki hvort það var Chrome eða Firefox, nýjan svona prefetching algoritma sem að virka það þannig að hann sækir linka til þess að vera búinn að því, þannig að þegar þú smellir þá var það bara tilbúið og þá opnaði einhver þessa síðu og það var bara, hey, ég má prefetcha get og bara getaði eyðslu á öllum færslunum í listanum og svo við komum til að gera eitthvað og það var bara búið að eyða öllu af því að þar var verið að nota get sem á ekki breytanlendi stöðu og á þar að leiðandi að vera í lagi að sækja sama hvað en það var að hafa áhrif sem var ekki ekki örugg. Það er ekki alveg það sama á idempotency en þetta skiptir máli hvaða aðgerðir við erum að nota. Síðan eru get, head, options og trace, það eru líka idempotent út af því að HTTP er stöðulaust þannig að við sækjum þetta alltaf og þetta skiptir ekki máli. Já. Þá er tíminn hlaupið frá okkur í bili. Ég ætla ekki að vera að halda ykkur mikið lengur á þessum föstudegi. Þannig að við höldum áfram með þetta og sjáum hversu langt við komumst með vefþjónustur sem eru svona þá að taka þetta þessi hugtök HTTP, þetta er svona voðalega conceptual þegar maður lýsir þessu svona og fá eitthvað meira konkrét út úr þessu. En annars bara takk í dag.